Allir að fara að byrja. Stendur upp! Tökum þátt öll saman. Og við byrjum öll á þessu. Let everything let us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything let us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm cloudy. I praise when I'm numbered. Stories surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
á samhjálparsamkomu á Kotmóti og ekki að gefa þeim aftur gott klapp. Við höldum sem sé samhjálparsamkomur einu sinni í viku, venjulega á 50-dagskvöldum og þetta lofgjörðarbandið okkar. Við erum ótrúlega rík og ótrúlega blessuð. Mig langar til þess að byrja á því sem ég var beðin að gera og það að hrósa. Því að við erum, það svo jákvæð, það svo jákvætt andrúmsloft í gangi. Og það svo mikil og góð tillitssemi sem hefur verið sýnt hér fyrsta sólarhringinn á tjaldsvæðinu. Og það hefur gengið alveg ótrúlega vel og það hefur gengið vel það er hreint og það hefur líka verið tekið tillit til þess að vera ekki að fara með bílana inn á tjaldstæði. Það hefur verið notuð bara bílastæðin og það sem sé, ég var beðin sérstaklega að hrósa okkur fyrir það að fara vel eftir reglunum. Og við biðjum fólk að geyma bílana sem sé á bílastæðinum, ekki inn á tjaldstæðinu. Hundar, allir hundar verða að vera í taumi á svæðinu og þeir eru líka ekki velkomnir hingað inn í örk. Þannig að við biðjum fólk að taka tillit til þess. Og þau okkar sem að reykja, við erum beðin að fara niður að læk að reykja. Því að annars bara sogast reykurinn hingað inn til okkar sem erum að reyna að hætta að reykja, jável. Og svo biðjum við ykkur líka að taka vel á móti gæslunni ef hún að koma og benda okkur á eitthvað. En mig langar líka bara til þess að við tökum vel á móti hvoru öðru. Og nú ætla ég að gera það sem að ég þoli stundum ekki á samkomum. Snúum okkur nú við og heilsum hvort öðru og bjóðum hvort annað velkomið á Kotmót. En koma og róa sig, þetta nú alveg komið nú. Nei, djók. En þetta var ekki síður gert fyrir mig að því að mér finnst ótrúlega erfitt að koma hérna og standa fyrir framan ykkur. En ég svo blessuð að ég fæ að vinna fyrir Samhjálp og það ótrúlega magnað að taka þátt í því samfélagi sem Samhjálp Þau ykkar sem ekki þekki Samhjálp, þá Samhjálp kristilegur félagsskapur, kristileg samtök sem eru búin að vera til í meira en 50 ár og Samhjálp samfélag sem samanstendur af meðferðarheimilinu Hlaðgerðarkoti og hér hópur úr Hlaðgerðarkoti, við megum klappa fyrir þeim. Hluti af þeim hópi ætlar að syngja fyrir okkur eftir, ég segi ykkur frá því og eftir. Og síðan að þá erum við líka með kaffistofu Samhjálpar sem náttúrulega enginn kannast við því að við höfum ekkert verið í fréttum. Og svo rekum við 2 áfangaheimili og svo erum við með samhjálparsamkomur. Og þetta myndar samfélag og ótrúlega dýrmætt að fá að tilheyra. Og ég bara upplifi ótrúlega blessun að fá að vera partur af því samfélagi. Þannig að verið velkomin í það samfélag hér í kvöld. Ef að það einhver sem þarf að fá túlkun frá íslensku yfir á ensku, að þá erum við með app og við erum líka með bara á netinu túlkun. Þannig að ef það einhver sem þarf að fá túlkun, hvort sem á ensku eins og samkomunum á morgun eða yfir á ensku úr íslensku í dag, að þá þið endilega farið á upplýsingaborðið. Það hægt að fá lánuð eða kaupa á kostnaðarverði heyrnartól og síðan hægt að hafa þetta gegnum síman. Á samhjálparsamkomum að þá eru fyrirbæn alltaf í lokin á samkomum og við erum með alveg ákveðna reglu og hér verður fyrirbæn í lokin og þá það konur sem biðja fyrir konum og karlar sem biðja fyrir körlum, en ef það ekki nógu margir karlar til þess að biðja fyrir körlum, að þá mega konur biðja fyrir körlum en ekki öfugt. Og við ætlum að halda okkur við þessa reglu af því að það bara mikilvægt fyrir okkur sem að tilheyrum Samhjálp að það sé þannig. En ég held að það sé komið nóg af mér, þannig ég ætla að biðja Hrönn að kynna hér alveg sérstakan, dásamlegan leynigest. Já, Leyni, hann verður ekki Leyni lengi. En mikið gaman að sjá ykkur, alltaf frábært að vera komin enn eitt árið
á Kotmót og sannarlega þakklátt fyrir að fá að gera það. En í ár þá erum við með góða gesti frá Bandaríkjunum, svona sem tengist tónlistarhópunum okkar, og við höfum verið með í dag gospel námskeið eða gospel workshop fyrir fólk sem er að vinna í tónlistarstarfi og líka þeir sem hafa bara droppað inn. Og það var æðislega gaman. Þetta er svona hópur 60-70 þáttakendur í þessu workshopi og gestirnir okkar kenndi okkur lög og við ætlum nefnilega að nota þennan efnivið í tónleikunum sem eru hér annað kvöld klukkan 9:30. Oft á Kotmóti, eiginlega alltaf, þá eru ykkur tónleikar og í ár þá ætlum við að hafa þessa gesti með okkur og þennan risastóra sameiginlega kór og það er óbáslega fjölbreyttur hópur sem tekur þátt, fjölbreyttur í aldri, allstaðar á landinu, íslenskumælandi, enskumælandi og ég get sagt ykkur það var rosalega gaman að taka þátt í þessu í dag. En mig langar að gefa ykkur smá forsmekk af því sem verður hér á tónleikunum annað kvöld. Og við ætlum að bjóða velkomna á svið þessa góðu gesti og það, hann Karl er komin hér á píanóið. Við skulum gefa honum gott klapp. Svo er annar Karl with a K, he's over there. Hann er á myndavélinni og ferðast með þeim og síðast en alls ekki síst þá er það kennarinn okkar, raðþjálfarinn og gospelsöngvarinn Roderick. Welcome. Come on. Og hann ætlar að taka fyrir okkur, með okkur, ég veit aldrei alveg hvað hann er að fara að gera og þið með örugglega taka þátt með honum. Gjörðu svo vel. Very nice to have you. Hello, everyone. It's good to be here with you today. We are from Washington, D.C. So we came all the way from Washington, D.C. to be with you all. This song that I'm going to sing tonight, this afternoon actually, is one that may be familiar with you. So if you know it, I want you to stand up with me. And we're going to lift this song up all over this auditorium. The song says, Lord, you are good, and your mercy endures forever. If you know that, can you stand and help me sing that? Come on, put your hands together. Song says, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Good and your mercy endureth forever. Can we sing that? Lord, you are good. Lord, you are good. And if you know it, you can help me sing. Lord, you are good. Say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Say. Hallelujah.
listen, what we're going to do, we have a concert tomorrow. And I just want to do a little bit of what we're going to do in the concert. Sopranos. All right, sopranos. I have a part for you to sing. If you can sing with me real quick. Sopranos, say this. You are good all the time. You are good. Any sopranos? You are good. All right, y'all. All the time. You are good. All the time. Altos. You are good. You are good with the altos. You are good. You are good. All the altos. You are good. You are good. All right. You are good. Here's the you tenor. are Say this. good. You are good all the time. Can you do that for me, tenors? Here we go. You are good. You are good all the time. All right, I hear you. Do that one more time. One more time. You are good. You are good. Good all the time. All right, so now we're going to put all the parts together. Come on, put your hands together like this. Come on. Here we go, everybody, at the same time. 1, 2, 3, and You are good. You all the time. You are good. You all the time. you are good all the time. You are good. No music. You are good all the time. You are good. You all Let me hear you say, you are good all the time. You are good. You all the Now let's say this. You've been mighty, 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 mighty good. been mighty, 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 mighty good. You've been mighty, 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 mighty good. Been mighty, 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 mighty good. You've been really, 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 really good. You've been really, 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 really good. You've been really, really, mighty, mighty, really, really, mighty, mighty, really, 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 really good. You've been really, 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 Come on and put those hands together. Oh, people from every nation, people from every nation, from generation, from generation to generation. we worship We worship you. and we say, Hallelujah, hallelujah. yeah, Worship you. for who you are. Who you are. We give you glory, yeah. Worship you. And we say hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship Worship you. for who you are. Who you are. For who you are, yeah. For who you are, yeah. Who you are. You are good. Thank you so much. Dásamlegt, dásamlegt. Thank you so much, thank you so much. Ég var rétt búin að hrósa okkur alveg rosalega mikið fyrir umgengnina utandyra. Að þá var mér bent á það að við mættum alveg taka okkur aðeins taki og ganga kannski aðeins betur frá hérna fram í öskinni. Þannig ég bið okkur bara að taka það til okkar, að við göngum frá diskunum okkar og við hendum í rusli því sem þurfa að henda í rusli og setjum dósir í réttar tunnur. Þannig að endilega bara, annars verður þetta svo fljótt sjabbi. Og síðan var ég líka, það aldrei nógu vel gert, sko. I need to say this in English, as I said in Icelandic. If you need translation, we have a translation app. And you can go to the information desk and get information there how to get translation, both in English and in Spanish. And I'm not capable of saying this in Spanish. So if you need to have this translated in Spanish, please, those who speak Spanish, please tell them. And we have headphones that you can get borrowed or buy and very cheap. So please do. Þannig að tilkynningar á fórn. Við erum svo sem ekki vön að taka fórn á samhjálparsamkomum, en við erum á kvótmóti.
Og eins og Katrín Inga sagði okkur í gær, þau sem voru hér á samkomunni í gær, að þá ákveðið markmið fyrir þetta kotmót. Kotmót ótrúlega dýrmæti lífæð fyrir þetta svæði hér og í fyrra þá söfnuðust 10 milljónir á kotmóti og ég vil að við klappum fyrir því. Ég fæ alveg gæsahúð bara við tilhugsunina. Þetta ótrúlega magnað að sjá hvernig markmiðinu náð á síðustu metrunum, kotmót eftir kotmót eftir kotmót. Og við erum með markmið á þessu ári. Það eru 15 milljónir. Getum við gert það? Já. Og þegar við erum að hugsa fórn, að þá svo gott að muna eftir síðara Korinthubréfi, 9. kafla og 7. versi, að sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Og gjöf getur verið alls konar, ekki bara peningar, það getur líka bara verið sjálfboðaliðastarf. Það ógrynni af sjálfboðaliðum sem hefur komið að því að gera þetta kotmót að veruleika. Og mér langar til þess að við klöppum fyrir því fólki líka. Það fullt af fólki sem búið að vera hérna alla vikuna að undirbúa, bara í lokin. Það líka búið að vera undirbúningur miklu lengur. Þannig að nú komið að því að þau okkar sem treysta sér til að við gefum, og það eru baukar sem eru látnir ganga og það eru posar hérna aftast og svo hægt að leggja inn á bankareikning og það ætti að birtast hér upp á skjá. Ef ekki, þá getum við bara afla þeim upplýsingum síðar. Og það ekki bara hægt að gefa á samkomum, það hægt að gefa hvenær sem Posarnir liggja alltaf aftast hér í salnum og síðan eru baukarnir látið ganga á mismunandi samkomum. Og það mikið framundan. Það þarf að mjaka örkinni hér áfram. Þetta ótrúlega magnað. Þessi örk bara gerð af sjálfboðaliðum og gjöfum. Og síðan skálinn hérna við hliðina og það þarf að fara í endurgerð á honum. Þannig að það nóg framundan í að gera og græja. Í kvöld fáum við að heyra 4 vitnisburði, en ekki bara það. Við fáum líka að heyra dásamlegt lag sem var frumflutt hér í fyrra sem heitir Kotasæla. Og það ekki kotasæla sem við setjum ofan á brauð, heldur það sælan að vera í hlaðgerðarkoti. Og það hann Emil sem hér á hljómborði sem samdi það lag ásamt fólki sem var í meðferð síðastu sumar. Og þau sömdu þetta lag, þannig að textinn saminn af fólki upp í hlaðgerðarkoti. Og þið megi bara að fara að koma upp, áttu ekki stelpurnar að koma fyrst, eða áttu strákarnar að koma fyrst, stelpur, þið að koma fyrst. Þannig að nú ætlar fólki í hlaðgerðarkoti að koma hér upp og syngja þetta lag með lofgjörðarbandinu okkar og ég segi bara njótið og fáið gæsahúð og takið undir eða viljið. Og dásamlegt, góða skemmtun og Guð blessi þessa samkomu. Vonandi einhverjir í salnum sem bjuggu þetta lag til og geta þá hjálpa okkur að syngja. Það ekki? Ég held að þetta svolítið hresst lag. Ég mæli með því bara að rísum á fætur og klöppum með og höfum svolítið gaman.
gert. Vel gert. Frábært. Takk innilega fyrir þetta. Vel gert. Nú komið að vitnisburði og ég ætla að bjóða á svið Davíð Samúelsson. Komið sæl, ég heiti Davíð eins og Natalí sagði. Það var ekkert mál að segja já við að vera með hennar vitnisburð fyrir mánuði síðan þegar Signý bað mig það og horfa nú út í sal, þetta pingu erfitt en aðeins út fyrir þægindaramann. En ég þarf sem betur við bara að tala í ykkur 3-4 mínútur eða eitthvað. Ég kom upp á Hlaðgerðarkot síðasta haust, 15. september. Ekki í fyrsta skipti og ekki annað skipti, heldur í þriðja skipti og ég er semst búinn að vera edrú síðan og ég er búinn að vera að glíma mjög lengi við alkohólisma, fór fyrst inn á Vog fyrir yfir 30 árum síðan. Aldrei komist í bata frá þessum sjúkdóm og en í fyrsta skipti núna og það er ekkert flókið fyrir mig, Hlaðgerðarkot bjargaði lífi mínu og ég var eitthvað að hugsa hvað ég ætti að segja ykkur á þessum örfáum mínútum. En kannski tvennt sem ég langar að segja. Ég kom þangað upp eftir í rosalega slæmu ástandi og alla mínar hugmyndir einhvern veginn, ég hafði bara enga hugmynd hvað ég ætti að gera og það eina sem ég gat gert, ég er alveg upp að mjög trúið fólki og á marga ættingja í salnum, Kim og Stóri Hvítarsson og það eina sem ég gat gert var að fara inn á herbergi og biðja Guð að hjálpa mér og ég get ekki útskýrt, ég á marga tilraunir til þess að reyna að vera edrú og það hefur aldrei virkað og ég get ekki útskýrt af hverju þetta virkaði núna með neinu öðru en Guði vegna þess ég get ekki einhvern veginn sagt eitthvað meira en það en mér langaði líka að segja að Guði er svo nákvæmur í hin 2 skiptin sem að ég kom inn á Hlaðgerðarkot og þá ég meira þess að kallaði forréttindabés einu sinni, ég þurfti ekki að bíða neitt eins og aðrir og komst bara inn á nokkrum dögum í þetta skiptið þá lét Signý frænka mig bíða og ég held að það hafi verið Guð líka vegna þess að Elín ráðgjafinn minn sem er hérna í salnum held ég hún byrjaði að vinna 1. september upp á Hlaðgerðarkoti og ég held að Guð hafi bara verið að bíða eftir því að því ég er búinn að þekkja Elínu og Óla lengi og Hlaðgerðarkot, Guð og Elín björguðu lífi mínu og ég hef öðlast algjörlega nýtt líf ég er að hjálpa mörgum strákum í gegnum 12 spora aðsamtakana og ég fyrir mikið á aðfundi og eins og það heyrið þá veit ég ekkert alveg hvað ég á að segja en ég er að byggja upp samband við börnin mín aftur og barnabörnin mín og foreldra mína og þeir sem þekki mig þeir náttúrulega hafa ekki séð mig í mörg ár en ég var komin á rosalega slæma stað og ég er komin í þjónustu á sunnudagssamkomum í Fíladelfíu og einhvern veginn bara þrái að fá að taka þátt og ég vildi bara koma upp og gefa Guð algjörlega dýrðina. Takk fyrir mig. Eigum við ekki að rísa á fætur og rétt út höndina eða sitja því megið sitja og bara blessan Davíð. Yndislegt kraftaverk. Drottinn minn bara þökkum fyrir Davíð. Takk fyrir að þú gert í líf hans, takk fyrir að þú reistir hann upp og takk fyrir að þú elskar hann og við byggjum að vera með honum áfram og leiða hann, fara undan honum, blessaðu alltaf sem hann tekur sér fyrir hendur og það er gjafir sem hún setti inn á með hann mætti vaksa og styrkjast og bara að þú vendir hann í Jesú nafni og alla hans fjölskyldu í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk fyrir. Svo yndislegt. Gjörðu svo vel, Hilma. Ætlar að vitna fyrir okkur. Hilma Dögg. Komið sæl, Hilma heiti ég og nýsköpun í Kristi. Ég er líka alkoholisti og líka aðstandandi og ég ætla aðeins að fara út í vitnisburð minn þegar ég fór að kynnast Guði betur. Ég hef alltaf verið átt svona barnatrú en ég var ekkert að biðja markvisst eða neitt þannig og það var ekki fyrr en af því að sonur minn þegar hann var 12 ára þá byrjaði hann í neyslu og ég var að ströggla mikið og var mjög vanmáttug og
þegar hann var búinn að vera í neyslu í rúm 5 ár, þá hrundi ég gjörsamlega, bara vanmátturinn var svo mikil og ég bara átti engin ráð og enga lausn og gat ekkert gert, þetta var ekki í mínum höndum. Þannig að ég byrjaði að fara á United samkomur hjá honum Óla Hauk og Elínu og þetta var 2022 og ég hef verið að fara þangað síðan. Ég kom þarna inn, ég þekkti svo sem eitthvað fólki en ég var ekki mikið að standa fremst eða vera eitthvað ábyrjandi af því ég ekki mikið fyrir athyglina og hvað þá svona. Og já, og ég hef verið að mæta þangað síðan þá og alltaf með son minn í neyslu og 2023 þá óeidósar hann og ég þarf að hafa endurlíkun á honum heima hjá mér og ég ein en Guð var með mér, ég vissi það og einhvern veginn náði ég að pumpa hann og þangað til að sjúkraliðið kom og það var svona áfallabrölt og á sama tíma einhvern veginn ég að vaxa í trúnni og þarna líður ég held bara áfram að fara samkomurnar og 2024 að þá ákvað ég að fara í biblíuskóla, ég fór í TS-skólann og þá byrjaði ég að lesa orðið og þá byrjaði ég virkilega að skilja og svona átta mig meira á því hver Guð var af því ég hafði einhvern veginn bara trú en ég var alltaf einhvern veginn við stjórnina og þú veist, ég einhvern veginn treysti ekki þannig ég náði aldrei að sleppa tökunum en með tíð og tíma og með því að dragast nær Guði náði ég að sleppa tökunum meira og meira þú veist, á þessum kringustæðum sem er hryllilega erfitt fyrir móður og já, og þetta er mjög mikið ströggl, mjög erfitt en einhvern veginn næ ég samt að halda í þessu trú nú brotnaði ég 2. september 2025 lést sonur minn Birgir hann tók sitt eigið líf og það afleiðing af sjúkdómnum alkoholisma. Ég er sjálf alkoholisti og fengi að vera edrú í 16 ár og ég er búin að fá að vera edrú í gegnum þetta allt. En í febrúar þá var ég búin að sála líkama aftur og það kom bara eitthvað bank á hjartað og í staðinn fyrir að detta í það sem ég gerði ekki, mér langaði ekki að lifa, þú veist, mér langaði bara einhvern veginn að líða betur og ég hafði sambandi Signý og ég held að við liði 3-4 vikur og þá ég komin á Hlaðgerðargötu þannig ég fór þangað og var 9 vikur þar sem ég tók þátt í prógraminu bara eins og ég hefði verið að koma inn og ég var á bænastundunum og sama tíma þá einhvern veginn já ég finn svo mikið fyrir Guði í gegnum þetta allt og þar sem að það bara ekki í mætti neins foreldri sem lifir barnið sitt að fara í gegnum það er ekki hægt þú veist, ég skrítið að segja þú veist, þetta er ekki ég veit það ekki, ég hef verið spurð hvernig ég trúað á Guð og ég fengi alls konar spurningar það út af því að Guð tók ekki son minn Guð styrkur minn Guð sem ber mig áfram í gegnum allan hennar sársauka og þess vegna ég hérna á Kotmóti. Núna 2. ágúst komnir 11 mánuðir sem sonur minn lést og það engin tími. Þannig ég í miðju sorgarferli en samt einhvern veginn að vera partur af þessu samfélagi sem svo ótrúlega dýrmætt. Vegna þess að ein get ég þetta ekki en með ykkur öll mín systkini Kristi og með Guði þá einhvern veginn get ég farið í gegnum allt. Takk fyrir mig. Amen. Takk fyrir þetta. Eigum við ekki að rétta út hönd og blessa hana. Drottinn minn, bara þakka þér fyrir hana Hilmu. Takk fyrir að þú hefur borið hana, þú hefur styrt hana og ég þakka þér fyrir að þú ert styrkur okkar. Takk fyrir að hún hefur falið þér allt og treyst þér og þú hefur séð fyrir henni, Drottinn minn. Ég bið að blessa hana og börnin hennar og alla fjölskyldina og varveita undir þínu heilaga blóði í Jesú nafni. Amen. Amen.
Prís þér, Jesús. Náðar mikill, miskunnsamur drottinn sem við eigum. Já. Við höldum áfram að lofa Guð og gerum það saman. Við með standa, sitja líka, en það er best að standa. Bara lyfta upp höndum og leyfa Guði að eiga þessa stund. Lofa sér nafn.
grateful for you. God, I'm just grateful for you. Halleluja. Jesus. Takk, Jesus. Já, nei. Til að taka annað lag. Stöndum upp og lyftum höndum. Halló. Finni ykkur frjáls og standa og... Halló. Guð er góður. Syngjum saman. Kynslóðirnar koma, kynslóðirnar fara, það lofa Guð og lambið öll af öll. Farin hafa á undan, hermenn Krists á jörð, þeir hylltu Guð og lambið öll af öll. Þitt nafn, það er heilagt, þitt nafn, það er voldugt, þitt nafn, ríkja mun á jörð. Þín tilfæri öllu, þitt vald ofar öllu, þitt nafn, ríkja mun á jörð.
lofgjörðinni. Þegar við lofum hann, þá dvelur hann. Allt það sem við syngjum til hans, þá dvelur hann mitt á meðal okkar. Hann heyrir, hann þekkir okkur. Hann þekkir hjörtun okkar, syngjum þetta saman. Þú eilífð ert. Þú eilífð ert, heilagur, aldir aldar. Þú eilífð ert, heilagur, aldir aldar. Við lofum þig. Þú eilífð ert, heilagur, aldir aldar. Það er lækning þegar við lofum hann. Það er sigur þegar við lofum hann. Í erfiðum aðstæðum, ef við lofum hann, þá mætir hann. Hann lyftir okkur upp og gefur okkur styrk. Takk Jesús, takk fyrir nærveru þína. Takk fyrir að þú ert heilagur. Heilagur, aldir aldar. Takk Jesús. Takk Jesús. Takk Jesús. Takk fyrir þig. Takk Jesús. Amen. Yndislegt að lofa Guð. Við ætlum að fá vitnisburð. Það er nú ekki langt að sækja hann. Hann er bara staddur hér. Daniel, gjörðu svo vel. Takk. Já, það er yndislegt að vera hérna með ykkur og lofa Guð. Með vinum, ásamt vina. Ég heiti Daniel. Ég er nýsköpun í Kristi. Guð frelsaði mig 2015, sem þýðir að ég fengi að ganga með Guði í 11 ár og örugglega lengur, ég vissi bara ekki á því. En þetta er alltaf þegar maður er beðinn að vera með svona vitnisburð og maður er að spá í hvað maður á að fara í sögunni sinni. Það þegar mann langar að segja það sem að geti hjálpað mest þeim sem eru í þeirri stöðu sem að ég var í. Og mín staða var bara ekkert orðin góð. Þrátt fyrir það að ég hélt að ég væri klárastur og bestur og geti leyst alltaf öll vandamál, þá var ég bara komin á þann stað að ég gat það ekki lengur. Ég var búin að mála á móti horn, bara á mörgum stöðum og ég var komin í meðferð á Staðafelli og útlitið var bara alls ekki bjart. En þrátt fyrir það að ég var nýútskrifaður á spítala nærri dauður, að þá var ég samt ekki að fatta að taka þennan heiðarleika og þetta inn sem að við erum alltaf að reyna að innleiða hjá fólki sem er í meðferð. Já, ég er að vinna á Hlaðgerðarkoti, þannig að maður er með smá innsýn í þetta. En sko, ég var þarna úrgula vonar. Lyfin sem að Vogur sagði ég mætti ekki taka inn, ég var með þau með mér. Og ég var á sterum, það var bara mitt edrulyf, ég sá ekkert að því og ég ætlaði aldrei að hætta því. Og ég var með þá með mér líka. Þannig að þið sjáu það sko, þrátt fyrir að maður hafi verið í mikilli örvæntingu, að þá var samt langt í það að ég væri búin að sjá það hvað ég þyrfti að gera til að verða edrú. Samt var ég búin að berjast við þetta í mörg ár. Ég er viss að við erum með góðan hópina frá Hlaðgerðarkoti. Það er örugglega fullt af þeim sem eru í mínum hóp sem tengja við þetta. En allavega að þá var ég í örvæntingu minni, að þá fór ég á hnén. Ég fór í litlu kirkjuna á Staðafelli, ég fór á hnén og ég bað Guð að hjálpa mér. Og ég í rauninni gekk svo langt, ég sagði við hann að ég væri búin að klúðra þessu öllu og ef hann geti hjálpað mér, þá myndi ég gefa honum lífið mitt. Og við þessa bæn, að því að þetta var innlegt, þetta var alveg frá hjartanu, það rann upp fyrir mig ljós þegar ég var þarna að
þessi óheiðarleiki, þú veist, ég var bara blindur á þetta. Og eftir að ég var búinn að fara með þessa bæn, þá dró ég mannakotn og ég man þetta alltaf að það kom vertu hughrustur og öruggur, óttastu ekki því að drottinn Guð þinn með þér í öllu sem þú tekur fyrir hendur. Og ég fæ alltaf gæsahúð þegar ég segi þetta. Ég ætla að fá mér smá vatnssopa. Það alveg pínu stressandi að tala fyrir fram á svona mikið af fólki. Herðu, en allavega, hlutinni fóru að breytast þarna og Guð fór að sýna mér ýmislegt eins og þetta með lyfin. Ég hendi þeim strax, sterarnir fóru líka og ég fór bara að sjá svona hluti. Annað sem að mig langar að tala sem að ég fór að sjá líka, þarna byrjaði bara gangan, en þetta var samt bara næstu 3 mánuði voru mjög krúsjál. Annað var ófyrirgefning og það mjög ríkt í okkur að vera með réttláta reiði. Og hún var mjög sterk í mér. Þetta var allt réttlátt af því að mér fannst alkohólist, það aldrei neitt okkur að kenna og allt sem ég hefði lent í, þá var öðrum að kenna. Það var mjög lítið mér að kenna. Mamma hérna í salnum, hún getur staðfesta. Guð fór að sýna með þetta. Það var eins og hann hefði tekið, það var teningur, ég sá bara eina hlið á teningnum. Hann tók teningin á snerunum, þannig ég fór að sjá fleiri hliðar. Ég fór að sjá hliðar líka frá fólki sem ég hafði sært. Ég fór að sjá bara hluti sem ég hafði aldrei séð áður. Fór að átta mig á hlutum sem ég hafði aldrei átta mig á áður. Og það endaði þannig ég var farin að lesa í Biblíunni. Og ég fór að lesa að maður ætti að biðja fyrir óvinum sínum. Og það hljómaði ekki vel. Þangað til ég las að þannig safnaru glóðum elds yfir höfðum. Það hljómaði mjög vel. Þannig að ég byrjaði að biðja og ég tók bara þennan sem var neðstur á listanum, ég var með svona svartan lista og svo vaknaði daginn eftir og þá var öll gremmi og allt horfin. Þannig að ég fór bara í listan og ég losnaði við alla gremju, alla reiði, alla beiskju og meiri sér að hluta af sjálfsvorkunni, það fór ekki alveg strax allt. En allavega þetta virkar. Og ég held að þetta, það tók mér svolítið tíma að átta mig á þessu, ófyrirgefning og að vera með eitthvað særindi í hjartanu, að það getur verið bara mjög alvarlegt og sérstaklega fyrir okkur alkohólistana vegna þess að þetta bara eitthvað óuppgert og þetta kemur alltaf aftur. Þetta svona eins og skítur sem að flýtur upp bara og maður kannski komin í góðan bata, allt gengur vel og þá bara mætur einhverju mannesku sem þú ert ekki búin að fyrirgefa og þá hrynur allt. Þú ert ekki búin að byggja á traustum grunni. Þannig að fyrirgefningin mjög mikilvæg í þessu og náttúrulega ekki taka stera. Mér datt í huga að tala þetta og ég fékk það strax til mín þegar Natalie bað mig að vitna að tala fyrirgefningu út frá vitnisburðunum mínum vegna þess að það nýlegt atvik sem gerðist bara núna í vikunni sem var mjög góð ástæða fyrir réttláta reiði og þetta ekkert alvarlegt atvik, það bara hjóli dóttur minnar var stolið, hún 10 ára og þetta var rafmagnshjól sem kostaði alveg slatta og hún var fyrir utan dótabúð, eða semst var inn í dótabúð og hjólið var fyrir utan dótabúð og það voru 2 fullorðnir kallmenn sem stálu hjólinu og af erlendu bergibrotnir, þannig að þið getið rétt ímyndað ykkur, þú veist, pappa hjartað. En þetta endaði þannig að mér áskotnaðist mynd af gæjanum og ég setti Facebook status og ásamt mynd af hjólinu og öllu og þessu status var deilt 150 sinnum. Það voru 70.000 manns sem sáu statusinn. Hugsið ykkur, máttur Facebook. Ég fór bara í sund í rólegheitunum, kom úr sundi og þá var mist kól á símanum hjá mér. Ég hringdi tilbaka og það var bara maður sem bjó, þetta var í Breiðholtinu. Og hann sagði, ég búinn að finna hjólið sem þú ert að leitað. Það bara hérna fyrir utan heima á mér og það læst við ljósastur en samt lásinn hennar dóttuðunar ennþá á hjólinu. Hún alltaf læst ekki í hjólinu fyrir utan dótabúðina. Það búið að fara í gegnum þetta allt, sko. Herðu, ég sagði bara, ég að koma. Og ég fór niður til, hjólið var þarna. Allt bara var aðeins skemmt reyndar, það var búið að beygla felguna þegar þeir voru að leika sér á hjólinu. Þú veist, þetta ástæða fyrir réttlátri reiði. Þegar ég var búinn að vera þarna í 10 mínútur, að þá hringir annar gæinn í mig sem stal hjólinu.
og hann var mjög miður sín yfir þessu öllu saman og grátbað mig að taka myndina út af Facebook vegna þess að það var verið að jarða hann á samfélagsmiðlum. Þarna þurfti ég að grafa mjög djúpt og ég þurfti að fara að skoða bara, 11 ára eitrumensku, fyrirgefninguna og allt þetta sem ég er búin að vera að lesa í Biblíunni. Og þetta endaði þannig að við Ísabel tókum bara símtal á báða þess aðila og spíker. Þeir báðust afsökunar. Þeir reyndar bentu hvor á annan, þeir viðurkenndu aldrei brotið. Skiljiði, þannig að ég var ekki að fyrirgefa út af því eitthvað sem að þetta var bara það sem Guð talaði þetta til mig. Mér langaði, skiljiði mig. Þau voru ekki einu sinni að viðurkenna brotið, þeir bentu á hvern annan. En við Ísabel, og Ísabel með hreint hjarta eins og börn eru og yndislegt, að hún bara vildi fyrirgefa þeim. Hjóli kom tilbaka, pabbi lagaði það, ekkert mál og við fyrirgáfum þeim. Og tókum út myndina. Guð er góður. Það er bara þannig. Mér langaði að deila þessu með ykkur og yndislegt að vera þetta með ykkur, hugsa þetta, ef það er einhver ófyrirgefning eða eitthvað í hjarta ykkar, alveg sama hversu lítil hún er, að þá er gott að koma þetta fram til fyrirbænar og eftir, láta biðja fyrir sig með því. Ef það er einhverjum sem langar að ég biðji fyrir þeim eða ræði eitthvað, þá er ég bara opinn fyrir því ef ég get hjálpað einhverjum. Takk fyrir. Takk, yndislega vitnisburður og mikið kraftaverk sem að Guð hefur gert í þér. Við skulum lyfta höndum og blessa hann Danna. Heilagi Faðir, bara þökkum fyrir Danna. Takk fyrir það sem þú hefur gert í lífi hans. Takk fyrir að þú hefur risað hann upp og gefið honum kraft. Þú hefur gefið honum styrk og hann hefur fengið styrk til að feta nýja leiðir með þér, Drottinn minn. Og ég bið að blessa hann, fjölskylduna hans alla í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk. Amen. Við erum með einn vitnisburð í viðbót. Gjör svo vel, Óli Haukur. Góða kvöldi. Það er alltaf heiður að fá að tala á samhjálparsamkomu. Ég geri það stundum, það er besta sem ég veit. Og það er kannski ástæðan fyrir því að það eignaðist ég lífið að nýju. Ég var búin að frelsa þér í mörg ár þegar ég ákveði að fara á biblíuskóla erlendis. Það endaði ekki vel. Og fór aldrei á skóla, ætlaði að vera þar í 3 mánuði, kom heim eftir 10 ár og 3 hjartastopp til þess að deyja. Og ég átti engan rétt á Íslandi af því ég var Svíi á þessum tíma og það gekk erfiðlega að koma mér inn í meðferð. Ég var hafnað á Vogi og fleiri stöðum, þangað til ég fekk hringingu frá þessum yndislega stað í Mósesdalnum og mér var boðið að koma upp yfir og skýrslan mín var sett einhvers staðar neðst í bunkan bara til þess að myndi koma seinni í ljós að ég væri ekki Íslendingur heldur Svíi á þessum tíma. En það bjargaði lífið mínu af því ég fekk hjartastopp fyrir utan Lækjargötu 20. febrúar 2010. Og þetta 3. skipti sem að það er að gerast, í raun 4. skipti sem það gerist. Og ég vaknaði upp eftir 4-5 daga og þetta var í 2010 og það er núna þá 16 ár rúm sem að ég er búin að vera edrú og ég þakka Samhjálp fyrir það að fengi að komast þar inn að því ég var örugglega dauður. Ég kom til þess að deyja, svona í alvöru að tala, ég er ekkert að grínast. Ég gat ekki opnað hurðar, ég var allur skakkur og titraði allur og skalf. En það er kannski ekki aðalatrið í minni sögu. Aðalatrið í minni sögu er það sem gerist eftir 20. febrúar 2010. Þegar lífið byrjaði, að því ég vaknaði eftir eitthvað í 4 eða 5 daga, ég man ekki hvað það var, að þá var Guð og talaði til mín og sagði, ég er ekkert búin að gefast upp á þér, það er nóg eftir. Og ég var mjög þakkláttur fyrir það og ég greip það bara. Ég þurfti líka að skoða hvað gerist eftir að maður er búin að edrú í 10 ár, búin að vera í kirkjunni í 7 ár, af hverju byrjaði maður að nota það nýju. Og ástæðan var náttúrulega fyrst og fremst að ég þekkti ekki Guð, ég las ekki orði, ég var ekki duglegur að lesa og ég þekkti það bara ekki. Svo þegar áföllin koma þá höfum við ekki stjórnina lengur. En saga mín frá þessum degi er bara ævintýraleg og ég veit ekki hvar ég væri ef ég ætti ekki Jesú Kristi í mínu lífi. Hann tók burtu frá mig kvíðan og óttan, hann máttakendin og allt það sem fylgdi mínum sjúkdóm og
og ég hef ekki fundið það síðan. En ég á líka 100% traust á Guði. Það alveg sama hvað gerist í mínu lífi, þá treysti ég Guði. Ég hef ofta reynt að hjálpa honum og það hefur ekki endað vel, það aldrei. Og mig langar rosalega mikið meira líka, sem mjög jákvætt og gott og fallega hugsað, þessi svona samhjálpar andi sem að hjálpa fólki. En minn tími bara ekki alltaf hans tími. Og ég býð bara vonu, ég treyst honum. Ég hef stundum verið að missa einhverju tækifæri sem þetta kemur aldrei aftur. Og þá hugsa ég, ef það gerist ekki þá Guð með eitthvað aðra áætlun. Og hann alltaf með áætlun til heilla en ekki til óhamingju. Og vonanleika framtíð sem hann gaf mér. Þú veist, ég nú 70 ára gamall í dag og það eini galli við þetta. Hvað hann gamall og að mér langar að gera svo mikið meira. Og ég er þakklátur samhjálp fyrir þessa dag og ég er þakklátur að fá að vinna þér í dag. Hugsið, ég fæ að vinna þér í dag. Ég fékk spádóm þegar ég var nýlega komin út meðferðinni og ég var með ónýta taugaenda og titaður og skalf og ég stóð fyrir fram á konu sem ég átti að kynna seinna meir, útlendingu sem kom hér og hún spáði yfir mér á samkomu og ég var svona ennþá titrandi pínlítið. Og svo þegar hún var búin að spá fyrir mér, þá hugsaði ég, hvaðan kemur þessi? Það voru ekki smá orð. Þú átt þetta að hýsa fullt af fólki eða fullt af fólki sem ættir að koma til trúar í gegnum þig og stjórnmálamenni eftir að hafa sambandið út af einhverjum aðgerðum sem þyrfti að gera og svo mútti verið heiðraður æðstu mönnum þjóðarinnar. Og ég sagði, þessi kona ætti bara að drífa sig erlendis aftur. En ég man, árið 2016, þá var ég staddur í London og ráðstefnu og þess að þessi kona talaði, þá fekk ég post og þá var mynd af mér og Elínu, yndislegu Elínu minni, konunni minni, með forseta Íslands, þar sem var afhent okkur verðlaun. Og það var síðasti hluti spádómsins sem uppfylltist þarna. Allt annað hafði gerst. United starfið var til 2011. Enginn hafði trú á því. Það ennþá starfandi, alltaf fullt af fólki. Draumasettin, 2 áfangaheimili, 67 herbyggi. Og þú veist, það svo margt sem Guð að gera. Þú veist, ég segi stundum að ég er grobbinn í Guði. Þú veist, mér finnst það svo gaman, mér finnst svo gott. Að það er svo gott að tilheyra Guði. Það er svo gott að tilheyra Jesú. Í alvöru tala. Og hugsið ykkur, það kom bara tíminn áðan að ég held að það hafi verið barnakirkjan í Njarðvík eða Keflavík. Þeir gáfu út lag, hvað hét það áttu? Það er lifandi, ég finnst að við eigum að vera lifandi vitnisburður. Og við þurfum ekki alltaf að vera að predika upp á einhvern stólum og láta fólk heyra það. Við þurfum þess ekki. Við segjum alltaf í United, ég segi alltaf í United, vertu Jesú. Þú þarft ekki alltaf að tala. Þú þarft ekki alltaf að vera að babla eitthvað. Vertu bara það sem hann hefur skapað til þess að vera. Og það er fyrst og fremst að halda utan um fólk, elska fólk til Guðs ríkisins. Besta sem til er. Við eigum lausnina, krakkar, ég alveg að tala. Við eigum lausnina og það er sorglegt að við skulum sita á henni og skulum ekki fara með hann áfram. Og þú veist að vera góð ilmu Krist, það er þeir sem eru á hlaðgerðarkotni í dag. Það sem maður sér gerast á bæði hjálpa samkomur á mér er það að fólk er að koma og fá að skoða hvað er að gerast af því að þeir sem eru konið í trú að Davíð og fleiri og Tryggvi og fullt þessu fólki sem búin að vera í kotinu að þeir eru góð ilmur Krists og fólk segir mig langar að fá þetta sem þeir hafa fengið og þess vegna koma þar á samkomu og við tökum vel á mótum og við eigum að gera það og elska þau inn í Guðs ríki. Og ég óska samhjálp allt besta og við erum í mikilli baráttu búið að vera núna. Það sýnir það bara hvað óvinnurinn, hann þolir þetta ekki. Hann er til þess að stela, slátra og eyða en Guð er til þess að gefa líf og lífi fulltekinn að þeim. Og hugsið ykkur, við vorum menningarstund á mánudaginn út af ungri stúlku sem að lést. Og það verið að skipuleggja hana þá deyr annar aðili og svo á föstudaginn þá deyr þriðji aðilinn. Þú veist, 3 ungar manneskjur. Búm, lífið er farið, það er bara búið. Og við verðum að fara að stíga niður fót og segja bara hingað ekki lengra. Og við getum gert það. Og sjáu þið bara á 50. kvöldunum á samhjálparsamkomunum, alltaf fleiri og fleiri sem er að koma, að því fólk sér og það veit að lausnin er í Jesú Kristi. Fylgja honum, elska hann. Þið eru yndislega og takk fyrir mig. Ekki að byrja fyrir Óli.
Komið sæl og blessuð. Ég heiti Natalie og ég nýsköpun í Kristi. Ég einmitt óvirkur alkoholisti, aðstandandi og stoltur starfsmaður Samhjálpar. Rosalega gaman að vera hérna með ykkur í kvöld. Nú höfum við heyrt 4 vitnisburði og fólk með ólíka bakgrunn, ólíka aðstæður og ólíka fortíð. En það var eitt sameiginlegt hjá þeim öllum. Þau fundu ekki bara nýja stefnu í lífinu. Þau fundu Jesú. Og þegar Jesú kemur inn í líf mannesku, þá gerist eitthvað. Það verður umbreyting. Það kviknar von og lífið, það breytist. Og það sem virtist vonlaust fær nýtt líf og það verður bara upprisa. Og kannski einhver inn í kvöld og hugsar, hvernig getur þetta gerst? Þetta virkilega fyrir alla? Og Jesús svarar bara þeirri spurningu sjálfur í Jóhannesarguðspjalli 3:16. Hann segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og takið eftir, þetta byrjar ekki á neinum dómi. Þetta byrjar á kærleika. Guð elskaði heiminn. Ekki bara þá sem höfðu allt sitt á hreinu. Ekki bara kirkjufólk, ekki bara gott fólk, heldur alla. Jesús kom fyrir alla. Jesús kom ekki vegna þess að við værum ekki nógu góð. Hann kom vegna þess að við getum ekki bjargað okkur sjálfum. Krossinn stærsta sönnun þess að Guð gafst ekki upp á manninum. Svo segir í versinu 3:17 Jóhannes Guðspjalli 3:17 þá segir Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur til að frelsa hann. Og það kemur kannski mörgum á óvart, margir sjá Guð fyrst og fremst sem dómara eða refsandi Guð. En aðalmáli að Jesú, hann kom ekki til að dæma. Hann kom til að frelsa, hann kom til að leita henni týnda, hann kom til að lyfta okkur upp sem höfðu mist vonina. Það einmitt það sem við höfum verið að heyra í vitnisburðunum hér í kvöld. Og Jesús heldur síðan áfram og segir í 18. versi, sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki. Og stundum spyrjum við, af hverju þarf ég Jesú? Ef við skoðum einfalda mynd, ímyndið ykkur mann sem í sökkvandi skipi, það kemur björgunarbátur. Ef hann stígur borð, honum bjargað. Ef hann fer ekki í björgunarbátinn, það ekki björgunarbáturinn sem veldur því að hann sekkur. Hann einfaldlega tekur ekki skrefið og enn þar sem hættan var fyrir. Og þess vegna sekkur hann. En Jesús, hann skapaði ekki vandamáli. Hann kom til að bjarga okkur úr því. Síðan talar Jesús ljós í versi 19. Hann segir í fyrra hluta versi 19. Ljósið komið í heiminn. Jesús ljós. Og ljós alltaf eitthvað sem að lýsir upp. Það sýnir okkur sannleikan. Stundum getur það verið óþægilegt. Engum finnst gaman þegar ljós skín á það sem við höfum verið að reyna að fela. En Guð gerir það ekki til að niðurlægja okkur. Hann gerir það til þess að lækna okkur, til þess að bjarga okkur. Læknir, hann getur ekki meðhöndla sár sem þú vilt ekki sýna honum. Og Guð getur unnið með það sem við leggjum fram fyrir hann. Jesús segir í Jóhannesarguðspjalli 3:21 en sá sem iðkar sannleikann kemur til ljóssins svo augljóst verði að verk hans í Guði gerð. Ekki vegna þess að hann sé fullkominn, heldur vegna þess að hann treystir Guði. Við treystum Guði að þá ljósið verður svo augljóst í lífi okkar. Kannski þú hér í kvöld og með við erum öll með einhverja sögu, það ekki kannski, við erum öll með einhverja sögu.
en kannski sér enginn sársaukann sem þú berð. Kannski hefur reynt að byrja upp á nýtt, aftur og aftur, eins og við sáum hér hvernig þau risu upp aftur og aftur. Kannski hefur reynt að, kannski finnst þér þú vera of langt gengin, en ef eitthvað sannast í þessum vitnisburðum sem við höfum heyrt hér í kvöld, þá það þetta, að enginn of langt gengin fyrir Jesú. Það engin fortíð sem Guð getur ekki fyrirgefið. Það engin manneskja sem kærleikur hans nær ekki til. Þess vegna Jóhannes 3:16 oft kallaðar litla Biblían. Í einu vessi fáum við allt fagnaðarerindið. Guð elskar, Guð gefur, Jesús frelsar og hver sem á hann trúir glatast ekki, heldur fær eilíft líf. Og mér langar svona enda á einni spurningu, ekki hversu góður að slæmur þú ert, heldur ertu tilbúin að koma til Jesú? Ert þú tilbúin að treysta Jesú fyrir lífið þínu? Sami Guð og breytti lífi fólksins sem við höfum heyrt vitna hér í kvöld, getur einnig breytt þínu lífi. Og það bara boðskapur fagnaðarerindisins. Og þetta boð fyrir þig. En áður en að þú ferð hér í kvöld eða kemur inn að fram, við ætlum að bjóða fram til fyrirbæna hérna eftir, að þá vil ég bjóða þér að biðja með mér. Við gerum oft svona hermibæn. Ég bið og þú endurtekur, og ef þetta hefur eitthvað snert við hjarta þínu hér í kvöld og ert alveg til að gefa þessu tækifæri, þá hvet ég þig til að fara með þessa bæn. Þegar ég heyrði fagnaðarerindið, þá sagði ég, ef þetta satt, þá ég til í þetta. Ég skildi ekkert í þessu samt. Ég þurfti að bjargast úr þessu lífverðni sem ég var í. Og þannig eignaðist ég nýtt líf. Og við svona boðskap, þá eignaðist ég bara svona pínulitla trú sem hefur fengið að vaksa. Og eins og Rúna sagði áðan, þá verða fyrirbeðendur fremst á eftir. Því að við viljum standa meir í bæn. Og ef þú tekur þetta skref í kvöld, þá hvet ég líka til að rækta sambandi við Guð og vökva þetta sáðkorn sem hefur verið plantað hér í dag. Og það gerum við með lestri Biblíunnar, með bæn, með samfélagi, með öðrum. Og það segir í Rómverjabréfinu 10, 9-13. Ef þú játar með munni þínum, Jesús drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, verður þú hólpinn. Með hjartanu trúa til réttlætis, með munninum játa til hjálpræðis. Og ritningi segir líka í 11. versi, hver sem á hann trúir, verður aldrei til vansæmdar. Og í þessu engin munur á neinum. Og hér nefnt Gyðingum og Grikkjum, því að þetta var skrifað á þeim tíma. Hinn sami drottinn allra, fullríkur fyrir alla sem ákalla hann. Því að hver sem ákalla drottinn verður hólpinn. Þannig að við ætlum að fara inn í lofgjörð, en ég ætla að fara með þessa bæn. Ef ég segi bænina og þú hermir eftir henni. Elsku drottinn, ég kem fram fyrir þig eins og ég er. Ég opna hjarta mitt fyrir þér og bið þig að taka við mér. Fyrirgefðu mig syndi mínar og hreinsaðu mig. Takk fyrir að þú elskar mig svo mikið að þú sendir Jesú til að deyja fyrir mig og opna mig leiðina til þín. Ég tek á móti þér, Jesús, frelsara mínum og drottni. Ég bið að leiða mig, styrkja mig og hjálpaðu mér að kynnast þér. Takk fyrir að þú yfirgefur mig aldrei og að þú gefur mig von, nýtt líf og eilíft líf með þér. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Nú fögnuður á himnum hverjum þeim sem tekur við Jesú. Og við ætlum að fara inn í lofgjörð, hvet ykkur til þess að vera í lofgjörðinni
bara þú og Guð bara hér í kvöld þó að sé fullt af fólki syngjum saman og svo verða fyrirbeðendur hérna sem að munu biðja með þér. Amen. Ef ykkur langar að koma fram og fara á hnén og leita Guðs og hvet ykkur til að gera það. Gef ykkur tækifæri til að gera eitthvað nýtt í hjörtum ykkar í dag. Styrk þig
ætlum að slíta samkomunni í sjónvarpinu sem í útsendingunni en við ætlum að halda áfram að lofa Guð hér. Takk fyrir.